Komið sæl, ég heiti Bryndís Snæbjörnsdóttir og ég er formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar. Ég ætla núna að segja ykkur aðeins frá samtökunum okkar. Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð árið 1976. Með stofnun þeirra nýttist betur samtakamáttur ýmissa félaga sem öll hafa það að markmiði að berjast fyrir réttindum og vinna málefnum fólks með þroskahömlun og annars fatlaðs fólks, bæði barna og fullorðina og tryggja þeim fulla jafnréttisstöðu á við aðra þjóðfélagsþegna eins og segir í lögum samtakanna. Samtökin leggja sérstaka áherslu á að vera öflugur málsvari fólks með þroskahömlun og fatlaðra barna, styðja þau til að styrkja sjálfsmyndina, láta rödd sína heyrast og standa sjálfvörð hagsmuni sína og réttindi. Starfsemi samtakanna felst að miklu leyti í því að eiga samráð og samstarf við ríki og sveitarfélög varðandi allt snerti fatlað fólk, veita þeim ráðgjöf, koma að samningu laga og reglugerða og eins erum við ötul við að reyna að veita þeim aðhald og benda á hvað þarf að bæta að því lítur að málefnum fatlaðs fólks. Einnig eru mjög margir sem leita til samtakanna varðandi ráðgjöf og við reynum að greiða götu fólks eftir bestu getu. Við erum ekki með einstaklingsráðgjöf en við beinum öllum í rétta farvegi og einkum til sjónarhóls ef að ræða þjónustu við fatlað fólk. Hins vegar ef að mál fara á þann veg að við finnum að það eitthvað sem að augljóslega ekki í lagi og þarf að fara í að laga fyrir heildina, þá höfum við oft farið inn í mál og innan samtakanna sérstakur minningarsjóður, allir peningar sem koma inn á sölu minningakorta fara í minningarsjóð Jóhanns Guðmundssonar en hlutverk þess sjóðs að styðja fatlað fólk við að sækja réttindi sín. Og þegar það metið svo að mikilsverð réttindi sem ástæða til að sækja til dómstóla eða fá aðstoð frá lögmönnum eða öðru slíkum, þá hægt að sækja peninga í þennan sjóð. En þetta eru bara svona dæmi það sem við erum að starfa við á daglegum grundvelli. En starf og stefna samtakanna grundvallast á viðurkenndum mannréttindum sem áréttuð eru í samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Sérstök áhersluatriði í stefnuskránni eru þessi: að virða ber manngildi, grunnþarfir og rétt allra manna. Fósturskimun skal ávallt beitt í þjónustu lífsins. Allir eiga rétt til að hafa áhrif á eigið líf og taka eigin ákvarðanir. Allir sem þess þurfa eiga rétt á stuðningi sem tekur mið af þörfum þeirra svo að þeir geti notið jafnra tækifæra á við aðra í samfélaginu. Allir eiga rétt á menntun við hæfi og án aðgreiningar. Allir eiga rétt á eigin heimili. Allt fullorðið fólk á rétt á að stofna fjölskyldu. Allt fullorðið fólk á rétt á vinnu. Allir eiga rétt á að njóta efnalegs öryggis. Allir eiga rétt á að njóta menningar og frístunda. Og allir eiga rétt á að njóta efri ára með reisn. Eftir þessari stefnuskrá förum við sem störfum á vettvangi samtakanna og lítum á hana sem allt leiðarljós í allri okkar vinnu. Aðild að Landssamtökunum Þroskahjálp eiga núna rúmlega 20 félög. Þetta eru félög fólks með þroskahömlun, foreldra- og styrktarfélög, landshlutafélög Þroskahjálpar og fagfélög fólk sem hefur sérhæft sig í þjónustu við fatlað fólk. Þessi félög eru starfrækt víða á landinu og eru félagsmenn þeirra 6.000 talsins. Nokkur þessara félaga hafa aðstöðu hér í húsinu á sama stað og við, Háaleitisbraut 13 og má þar telja einhverju samtökin, Átakfélag fólks með þroskahömlun, Downsfélagið og Styrktarfélag lamara og fatlaðra. Landssamtökin Þroskahjálp með heimasíðu og á Facebook og gefa auk þess út tímaritið Þroskahjálp 3 sinnum á ári. Á þessum miðlum má finna miklar og margvíslegar upplýsingar baráttumál samtakanna og hagsmunamál og mannréttindi fatlaðs fólks.
Þá reka samtökin húsbyggingarsjóð til að greiða fyrir möguleikum fatlaðs fólks til að fá hentugt húsnæði og þar með betri möguleika til sjálfstæðs og eðlilegs lífs. Að lokum langar mig að benda ykkur á að samtökin eiga hús í Kópavogi í Melgerði þar sem að fólk utan að landi sem að sækir þjónustu hingað til Reykjavíkur eins og til greiningastöðvar eða læknisþjónustu eða annað eða tengist börnum þeirra geta dvalið endurgjaldslaust á meðan þau þurfa að sækja þessa þjónustu hingað. Allar upplýsingar þetta hús má finna á heimasíðu samtakanna. Eins eiga samtökin sumarhús á Flúðum sem kallað Daðahús og þetta hús sérstaklega útbúið með þarfir fatlaðs fólks í huga. Þannig að yfir sumartíman þá það eingöngu leigt út til þeirra sem að þurfa sérstaka aðstöðu til að geta farið í sumarhús. Yfir vetrartíman geta fleiri sótt og það sama með það. Allar upplýsingar þetta hús má finna á heimasíðu samtakanna. Ég held að ég hafi þá svona farið í stóru dráttum yfir helstu atriðin sem samtökin vinna að og ég hvet ykkur bara endilega til að hafa samband við okkur ef einhverju spurningar vakna. Það bæði hægt að hringja okkur og eins að hafa samband með tölvupósti. Takk fyrir.